Góðan daginn og velkomin í hlaðvarpið Pæling dagsins. Ég heiti Þórarinn Hjartarson og í dag fimmtudagurinn 9. apríl og árið 2026. Nú ef þú vilt fá hana þátt á undan öðrum og án auglýsinga þá ferð þú inn á pardus.is/ein-pæling þannig eins og segi, já, ég held ég sé nú búinn að segja án auglýsinga og fyrr en aðrir. En nokkrir hlutir sem ég langar að ræða í dag. Mér langar að ræða ríkisstjórnina, mér langar að ræða reyndar sérstaklega flokk fólksins og svo það bara ýmislegt. Ég vil að fara yfir Moggann, hann frekar góður í dag og eins og segi þið eigið það náttúrulega að kaupa prentefnið út af því ég vil fá þetta í prenti. Mér líkar ekki að lesa þetta í tölvu, þannig ég hvet alltaf alla til þess að kaupa Moggann í prenti, sérstaklega ef þið eruð annað borð áskrifendur. En eins og segi, það svona sitthvað í gangi. Ragnar Freyr sem eins og einhverju vita kom hingað fyrir skömmu og að sjálfsögðu læknir og betur þekktur sem læknirinn í eldhúsinu. Honum hefur verið sagt upp störfum á Landspítalanum og ég get ekki annað en gert, ég ætla ekki að segja ákveðna athugasemd við tímasetninguna því þrátt fyrir það hann hafi komið hingað þá þýðir það ekki endilega að hann hafi eitthvað að það hafi verið bein afleiðing þess. En hins vegar þá þetta hið skrýtnasta mál því að hann alltaf eins og hann hefur farið yfir í þáttum hjá mér og ég þetta að sjá núna, ég var að opna vísi, ég ætlaði að fara inn á fréttina að núna stendur Ragnari Frey býst hærra starfshlutfall á Landspítalanum. Framkvæmdastjóri á Landspítalanum segir að rík aðhaldskrafa á stjórnvalda á spítalanum hefur valdið því að fækka þurfi stöðugildum. Ákveðið hefur verið að segja frekar upp fólki sem með minni stöðugildi og því hafi staða Ragnars Freyrs Ingvarssonar læknis verið lögð niður. Ragnari hefur hins vegar verið boðið hærra starfshlutfall. Ragnar undrandi á uppsögninni. En ég var með fréttina sem reyndar líka í hlekk á þessari frétt Ég ætla aðeins að lesa þetta frekar og ég eins og segi, ég ekki búin að undirbúa það hvernig ég ætla að bregðast við þessu. En Ragnar Freyr Ingvarsson læknir á Landspítalanum vakti athygli á því á Facebook í gær að honum hefði verið tilkynnt símleiðis í gær að staða hans hefði verið lögð niður á spítalanum. Færsla hans vakti mikla athygli enda hefur verið fjallað mikið læknaskort á Landspítalanum. Ragnar hefur verið 30% starfshlutfalli og var í launalausu leyfi. Hann gagnrýnir skýringar ástæðan sé aðhaldskröfur. Það sem svolítið sérstakt í þessu, ég get fyllt aðeins í eyðurnar náðandi eins og einhverja vita að rannsaka þetta mál. Ég reynda það núna að vera að urða yfir mig af hjúkrunarfræðingum fyrir það að þekki ekki til á málefni Landspítalans og rekstur hans. Þrátt fyrir það ég þekki hann töluvert betur heldur en margir af þeim hjúkrunarfræðingum sem eru að urða yfir mig enda að rannsaka þetta í þaula. En það sem svolítið sérstakt núna með Ragnar Frey og þetta hefur verið að gerast veit ég hjá klínikinni og stemmingin sem sagt þannig að það eru mjög margir hjúkrunarfræðingar sem að ráða sig í vinnu sem verktaka hjá klínikinni, það að segja á einkareknum heilsugæslum eða annar staðar og eru sem sagt tilbúinu til þess að vinna sem verktakar á frekar þokkalegum launum en fá þá á móti náttúrulega ekki greitt veikindaleyfi og annað. Síðan skráir fólk sig að hluta til á Landspítalanum og þetta fyrirkomulag þegar ég talaði við yfirmenn á klínikinni að þá sögðu þeir með þetta að það væru mjög margir sem að kysu að vinna bæði hjá hennu opinbera og í einkageiranum. Og eins og Ragnar Freyr fór yfir í síðasta þætti þegar hann var hjá mér var að það sem að væri svolítið brotakent hjá Landspítalanum væri einfaldlega sú staða að þeir væru með rosalega mikið af verkefnum sem eru betur leyst hjá einkaaðilum sem að væri, rosalega mikið orka væri að fara í það og það væri í grunninn ástæðan fyrir því að þessi flöskuháls myndast til dæmis á bráðamóttökunni. Og hann talaði það að ein lausn sem að náttúrulega Björn Sóega hefur gert á þeim spítulum sem hann hefur unnið. Ég veit ekki hvort hann hefur gert það í öllum en hann gerði allavega hjá Karolinska og líka í Sádi-Arabíu að það var að taka þá ákvörðun að þú þyrftir tilvísun til þess að fara á bráðamóttökuna. Færa sér í gegnum annað úrræði fyrst og væri þá ekki að taka tíma af bráðamóttökunni til þess að sinna hlutum sem að betur sinnt annar staðar.
og það sem merkilegt í þessu sko að Ragnar Freyr náttúrulega svolítið áhugaverðir stöðu að hann formaður Læknafélags Reykjavíkur sem sjálfstætt starfandi læknar en hefur verið í þessu 30% hlutfalli hjá sem sagt Landspítalanum sem sérfræðingur ef ég að muna þetta rétt við lyfjagjöf ég þori ekki að fullyrða það en þetta svolítið sérstakt því að núna náttúrulega svolítið verið að þakka niður í honum með þessu en það sem í ofanalag sem að mér þykir öllu verra ef við horfum á þetta í breiðumyndinni að þessi hugmynd og þetta hugmynd sem kemur í grunninn úr kjarabaráttunni það að og ég veit að þetta hefur verið krafa á öðrum sviðum eins og hjá Reykjavíkurborg þar sem að þú ert í raun að vinda ofan af því að fólk sé lægri stöðugildum og það var náttúrulega eitthvað sem var rætt mikið hér áður þar sem hjúkrunarfræðingar voru að skrá sig í lægra hlutfall til þess að geta tekið aukavaktir og verið þá með töluvert betri tekjur í lægri prósentu heldur en að skrá sig í 100% starf. Það var tekið á þessu með það sem heitir vaktahvati sem var settur inn í kjarasamninga nú fyrir ekki svo löngu og hann byggir sér á því að þú ert með ákveðna mætingar og ákveðna fjölbreytni í vöktum. Það segja sérstaklega vaktavinnufólk að þá færðu 12,5% hámarki fyrir það að mæta svo oft í vinnuna. Lágmarksmætingar eru 14 og hámarksmætingar ef þú fyllir upp í þennan kvata að þá þarf að vera með 19 mætingar yfir tímabilið. Mjög margir reyndar gagnrýnt þetta út af því að sumir vilja vinna þannig að þeir starfi í 12 tíma vöktum og þurfa þá að mæta færi skipti í vinnuna. Mjög margir til dæmis sem að búa kannski á Selfossi eða í Hveragerði sem hafa kvartað yfir því að hvatinn sé byggður á því að þú sést að mæta oft í vinnuna. Þá það náttúrulega aukinn bensínkostnaður og aukið álag í staðan fyrir það að geta skapað ákveðið svigrúm fyrir þig og þína í því að geta bæði starfað í Reykjavík og verið í búið í Hveragerði, Akranesi eða á Selfossi. En allavega það sem náttúrulega líka í ofanálag við þessu að spítalinn svolítið að tróða ofan í kokið á klínikinni þar sem að þeir eru að segja þú færð ekki vinnu hérna nema þú sért í hærra hlutfalli og það mun náttúrulega setja klínikina í svolítið sérstaka stöðu þar sem að þeir geta til dæmis ekki verið að ráða inn verktaka sem að vilja vinna mikið þrátt fyrir minna af öðrum kjörum eins og orlofsgreiðslur og sjálfsögur greiður orlof en að þú sért ekki með veikindavernd og fleira en þá það búið að taka það svolítið út fyrir sviga og þetta mjög vont út af því að eins og Ragnar Freyr fór yfir í síðasta þætti þegar við vorum að ræða þetta að það þarf að vera innbyggt inn í kerfið að þeir sem eru sjálfstætt starfandi og inn af hendi töluvert meiri vinnu heldur en þeir sem starfa hjá hinu opinbera eru að takast á við verkefni sem eru betur til þess fallin en að vera leyst í einkareknu úrræði. Landspítalinn núna að segja að ekki bara það að þeir ætli í rauninni að ríkhalda í þau verkefni sem að þeir eru ekki að sinna nægilega vel heldur núna ætla þeir líka að krefjast þess að þeir viðhaldi þeim mannaforða sem að gæti annars verið að straumlínulaga sitt starfshlutfall bæði hjá klínikinni en líka hjá þá Landspítalanum til þess að vera aðlaga sig bara af eigin þörfum og þetta mjög vont og ég veit núna búið að það eru fleiri búin að skrifa þetta kollegar furðu losnir og gagnrýna uppsögn Ragnars Freyrs Ingvarssonar læknis á Landspítalanum hefur vakið mikla athygli þetta skrifar á Vísi ásakið allar greinarna sem ég búin að vera að skrifa það Hólmfríður og Gísladóttir á Vísi sem skrifar þetta ég hef átt að nefna það í byrjun Hlaðvarpið í samstarfi við Fiskhúsið.is Fiskhúsið.is heildverslun fyrir veitingamenn sem vilja það ferskasta og það besta fyrir sína kúnna. Hvort sem það fyrir veitingareksturinn, hótelreksturinn, mötuneytið eða hvað annað, þá ferðu inn á Fiskhúsið.is til að sjá það gríðarlega úrval sem að strákarnir hafa upp á að bjóða.
Ef að þú vilt hið ferskasta og hið besta, þá gerir þetta sjálfsögðu almennilega, ferðin á fiskhúsið.is. Það ekki til sú spurning sem að strákanir hafa ekki svarið við, þannig enn og aftur fiskhúsið.is til að fá ferskasta og besta fiskinn á landinu. Jú, kæru hlustendur, hlaðvarpið í samstarfi við fyrirtæki sem að vilja gera hlutina almennilega og eitt af þeim að sjálfsögðu alvöru bón. Alveg eins og þetta hlaðvarp leitast við að auka viðnámsþrótt samfélagsins, eykur alvöru bón endingartíma bílsins með því að halda honum hreinum og fínum. Hringið í síma 5880705 eða sendið á alvörubón@alvörubón.is. Nú ef þú vilt einfalda þetta fyrir þér enn frekar þá kíkjuru bara á staðinn af Viðarhöfða 2A og lætur fagmenn sjá að bíllinn þinn sé hæfur til þess að vera séður á götunum. En meðal þeirra sem hafa tjáð sig málið Steinunn Þórðardóttir, formaður Læknafélags Íslands og Oddur Steinarsson, heimilislæknir og fyrrverandi framkvæmdastjóri lækninga hjá Heilsugæslu höfuðborgarsvæðisins. Stjórnendur Landspítala hafa verið opinskáir það að Landspítalinn glími við manneklu og að tugir stöðugilda lækna séu ómönnuð. Þetta hefur meðal annars valdið spítalanum gríðarlegum kostnaði við yfirvinnu enda fáar hendur að vinna mörg verk og álagið víða allt of mikið. Það fréttir að Landspítalinn hafi sagt upp reyndum og öflugum lækni við þessar aðstæður koma því vægast sagt spánst fyrir sjónir, segir Steinunn á Facebook. Og þetta svolítið punkturinn að það alltaf verið að kvarta yfir því að Landspítalanum sé ekki nægilega mikill mannafli. Þau séu að hlaupa allt á hratt og þetta sé svo erfitt og þetta sé svo allt of vondar starfsaðstæður og það ekki einu sinni þannig að nýji spítalinn muni leysa það. Ok, það getur verið að þetta sé svona hræðilegar aðstæður, en af hverju þá ekki meira verið að berjast fyrir því að verkefnum séum útvistað til þeirra aðila sem eru tilbúinir til þess að sinna þessu og í ofanálag verið að krefjast þess að þeir læknar sem eru þó tilbúinir til þess að vera í ákveðinu hlutfalli inn á Landspítalanum og nýta svona sérþekkingu. Ekki gleyma því að Ragnar Freyr náttúrulega sá sem að bjó til göngudeild í COVID sem að synti alveg rosalegu þrekvirki sem að ég veit að mjög margir hafa talað mjög vel sérstaklega þeir sem að þekkja til. En núna verið að krefjast þess að hann fái ekki að starfa á Landspítalanum. Og því að athugið það líka að þegar honum sagt upp fyrir það þá að vera í lágu starfshlutfalli að þá líka verið að segja að honum sé einfaldlega ekki stætt að vinna á Landspítalanum. Þeir vita alveg að hann ekki að fara að skrá sig í stærra hlutfall út af því að hann ég held að hann sé með hann með gigtarúrræði, ég man þetta nú ekki allt, en hann hefur komið að nokkrum svona sérlausnum fyrir það sem að sjálfstætt starfandi læknar starfa og hefur komið að allskyns þannig úrræðum. Þannig að hann aldrei að fara að hætta í því til þess að hækka við sig á Landspítalanum. Þannig að þetta vægast sagt skrítið, en svo aftur á móti þetta ekkert svo skrítið. En kælum þetta aðeins, mér langar að ræða aðeins þessar gölnu væringar sem að eiga sér stað núna í alþjóðastjórnmálunum og sem að munu meðal annars hafa áhrif á olíuverð og hvaða áhrif það hefur að okkur. Og það svolítið svona búið að vera kómískt að fylgjast með því núna að það var fyrir ekki svo löngu, það var gert ráð fyrir því að það væri hægt að útfasa alla olíu hér og þar og allstaðar voru einhvern veginn aktivistar að segja að það ætti beinlínis að stöðva notkun olíu og sérstaklega náttúrulega á Vesturlöndum sem að væri svona hvítheteranormatív hyggju viðbjóðir sem að ættu náttúrulega ekki að nota olíu út af því að þeir væru að eyðileggja allt sem að héti einhvern veginn indigenous people út kvipin og kvappin og að það væri bara hægt að taka í handbremsun á þessu og einfallega bara bjarga jörðinni ef að sérstaklega hvítt fólk myndi hætta að nota olíu. Það var alltaf ótrúlega fyndið. Það var oft talað það svona, já við erum að tala svona sérstaklega hvítt fólk og náttúrulega algerlega ruglað, en það eins og ég segi, það margt hægt að segja olíunotkun almennings. En hún náttúrulega ekki það sem að valda mest af svona gróðurhúsalofttegundum og útblæstri þeirra. Heldur náttúrulega stóriðja sem reyndar fólk reiðir sig að miklum þunga á og fullum þunga náttúrulega í því þegar þau vilja að öll sínu lífsgæði séu orðin mannréttindi samhliða því að lífstíll reiðir sig að miklu leyti á einmitt olíu.
En samt spjótunum einmitt, eins og segja, svo oft beint að almenningi þar sem þeir að sjá til þess að þeir að loka almenningssamgöngum og hlaupa upp á lestir og valda einhverjum usla og sprauta á og fágæt málverk og eitthvað, hugsa ykkur trúðaskapinn. Og þetta var einhvern veginn þótti allt eðlilegt en það samt það samt eitt í þessu áður en ég held áfram að þetta þessi svona en þetta hefur með þetta að gera en þetta svona á svolítið breiðari skala þessi hvar varst þú mamma væðingin þar sem að fólk einhvern veginn að mála sig upp sem góðar manneskjur en þegar öll á botnin hvolft ára bara öll pirrað yfir því að hafa mist af frelsisbaráttu, reyndar afmarkaðri frelsisbaráttu, sérstaklega þeldökkra í Bandaríkjunum og annarra minnihlutahópa. Eins og segi, þetta var rosalega bundið við Bandaríkin, þaðan kom þessi barátta en samt sem áður, og náttúrulega Bretlandi líka, en samt sem áður eru þeir núna vondukallanir í þessu öllu. Þetta mjög skrítin umræða öll. En eins og segi, þetta gerðist á 7. áratug síðustu aldar og reyndar ögn fyrr náttúrulega og ögn síðar. Og þetta staðan í dag það sem að Douglas Murray hefur kallað að þekki ekki heimilið frá skotgröfinni. En hugmyndin svo að fólk sem að réttilega barðist fyrir í sínum réttindum og fyrir réttindum ýmissa hópa á mjög mismunandi hátt og á mismunandi veg líka sem náttúrulega einhverjum algjörum algleymingi hvernig mótmæli voru áhrifaríkust á þeim tímum. En það voru náttúrulega ekki þau þar sem að fólk var að beita miklum óþægindum gagnvart almenningi og öðru. Ég veit alveg að fólk getur fundið einhverjum myndbönd af þeldökkum þar sem að var verið að sit-ins og annað. Það sjálfsögðu var það eitthvað sem að var fyrir hendi en það var ekki beinlínis verið að valda fólki óþægindum. Það var heldur miklu frekar að valda því að það voru óþægindi gagnvart þeim viðhorfum sem að var verið að hreyfa við. Rökræður voru og eru náttúrulega lang áhrifamesta tólið ef þú vilt ná árangri í einhvers konar narratífstríði eða baráttu. En ef við höldum okkur kannski bara aftur og komum okkur aftur inn á olíuna að þá mesti pirringurinn í dag samt og það svona segið, það fyndið með þessa aktivisma að mesti pirringurinn í dag gagnvart því að olíuverð sé orðið of hátt og fólk mun reyndar augljóslega reyndar finna fyrir því náttúrulega varðar lífsgæði og annað. Það eitthvað sem sérstaklega gómsætt í þessu ef maður einhvern veginn tekur þátt í þessum snúandi hoppukastala sem að aktivismi í dag að við lifum á tímum þar sem að bara prinsip og hugsunir eru bara orðnar að engu. Því að ef einhver hefði sagt fyrir, hvað ég að segja, 3 árum árið 26, já, ef við myndi segja bara 2023 að ég myndi segja við ykkur árið 2026 mun olíuverð koma til með að hækka gríðarlega og þannig að það mun valda því að neysla mun koma til með að minnka og olíunotkun mun koma til með að taka hopp niður á við og ef við myndum stilla þessu upp svona, hvað hefði fólk sagt þá? Á hvaða skoðun hefði fólk verið þá? Þá hefði fólk verið bara, já nei það nú alveg frábært maður, vákvæðum við náum miklum árangri með þessum aktivisma. En svo þegar það raungerist, að þá allt í henni, nei, það hræðilegt að olíu verði sé að hækka og olía sé ekki að skila sér réttu staðina. Þannig að við erum eins og segið, aktivismin orðin einhverjum hoppukastala sem að snýst í hringi og maður einhvern veginn að reyna að fóta sig og þeir náttúrulega sjálfur sem þeir náttúrulega gera aldrei. En hins vegar, þá get ég tekið undir eitt varðar aktivista hópa og fleira, það að alþjóða stjórnmálin eru orðin alveg stjörnugalin og þá sérstaklega varðar Miðausturlönd. Þessi þáttur í boði Þór Grímsson og Co. fyrirtæki sem að flestir í byggingabransanum þekkja vel og það ekki af ástæðu lausu. Ef þú ert í einhvers konar verkefni, hvort sem að það smá heimaverkefni eða stærri framkvæmdir, þá þetta einfaldlega staðurinn. Þeir eru með allt frá veggefnum og loftefnum yfir í gólf, klæðningar og alls konar sérhæfðar lausnir sem að gera lífið þitt einfaldara. Ég hef sjálfur verslað við fyrirtæki gegnum tíðina einmitt til þess að finna lausn við hljóðeinangrun sem líka ástæðan fyrir því að hljóðvistin hjá mér eins góð
og raunber vitni. En það sem kannski skiptir mestu máli að þegar þú rennur við í Ármúla 29 þá færð þú alvöru ráðgjöf, ekki bara einhverja vöru, heldur hjálp við að velja það sem rétt fyrir þig hverju sinni. Eins og ég segi, staðsettir í Ármúla 29 í Reykjavík en senda allt land. Mjög þægilegt, kíktu á thco.is eða thoughtco.is og skoðaðu úrvalið. Og maður verður að segja að þessi 7. októberrök eru farin að verða dreifð allhressilega þunnt á þetta brauð, því að ég held að Ísrael sé búið að ráðast núna inn í hvað, ég veit ekki 7 eða 8 lönd, þannig að ég skil vel gagnrýni fólks á það sem að gerast. Hins vegar náttúrulega afstaða mín sú og ennþá sú sama og hefur reyndar alltaf verið að þegar við erum að tala þetta í samhengi við Íslendinga að þá erum við 400.000 manna þjóð og við þurfum að gæta okkar eigin hagsmuna og hvernig við gerum það bara eina spurningin sem við þurfum í rauninni að vera að svara. Því að ég held að við séum miklu meira bær til þess að hafa áhrif á alþjóðastjórnmál með því að aðrir hafi hagsmuni af því að okkar tilvist sé fyrir hendi. Og það kann að vera kalt og nei, ég ekki hrifinn af neinu hernaðarbrölti í fjarlægum löndum og nei, ég get ekki skrifað upp á allt sem að aðrar þjóðir sem að ég tel samt mikilvæga bandamenn að gera hverju sinni, en ég þarf samt sem áður að lifa í raunveruleikanum og athugið það að mjög stór hluti af því sem að við erum að fylgjast með í umræðum stjórnmál og alþjóðastjórnmál á Íslandi að mestu leyti afþreying. Bæði fyrir þann sem að gerir efnið en sérstaklega fyrir þann sem að hlustar á efnið. Og það breytir samt ekki því að þó svo að við höfum kannski ekki endilega áhrif á það hvernig málefni í Miðausturlöndum eiga sér stað. Ég meina, jú, við getum verið með yfirlýsingar hjá Sameinuðu þjóðunum og fleira, kannski nær það einhverja athygli, kannski breytir það viðhorfum einhverja. En við aftur á móti þurfum samt líka að lifa bara í veruleikanum og það einhvern veginn svona sérstök staða að það þykir eitthvað dónalegt að vera að orða þetta svona, en athugið það líka að fórnarkostnaður þess að við séum ekki að tala fórnarkostnaður þess að við séum að tala endalaust það sem að gerast í Miðausturlöndunum fórnarkostnaður þess að við séum ekki að ræða það hvernig við styrkjum stöðu Íslands og bætum hér lífskjör í samhengi við þetta ólguskeið sem að alþjóðastjórnmálin í dag sem að náttúrulega erfitt að sjá fyrir endan á. Og við höfum ekki við erum ekki með svona stórkostleg áhrif út fyrir landsteinana og því eins og ég var að reifa hérna og reifaði líka reyndar aðeins á þriðjudaginn að þá þurfum við bara að vera að einbeita okkur að því hvernig við bætum stöðu okkar. Og þess vegna finnst mér svolítið galið, ég var að sjá myndir hérna í gær þar sem að bandalag hernaðarandstæðinga voru með mótmæli fyrir utan sendir á Bandaríkjanna í gær og þeir ætluðu að fara að brenna fána Bandaríkjanna fyrir utan sendiráðið og nú veit ég ekkert hvort að það hafi verið einhverju forsvari fyrir bandalag hernaðarandstæðinga og ég reyndar efast það, en á myndunum þá virðist þetta vera svona misjafn sauður að verki, en ég einhvern veginn til að þetta hjálp einhverjum eða ertu að mála þig upp sem góða mannesku? Ég held að það sé hið síðarnefnda. En snúum okkur öðru, Konráð Guðjónsson, hann búinn að vera mjög öflugur undanfarið og standa sig vel eins og segi að hann búinn að vera mjög beittur á undanförnum dögum og mánuðum og búið að gaman að fylgjast með honum, en hann var með áhugaverða reifun á X þar sem að hann benti á hlutfall fjárfestinga frá hennu opinbera frá aldamótum og í hlutfalli við fjárúthlutanir til í almannatryggingamál og þetta var svolítið áhugavert því hér eins og þið sjáið þá hann bendur á að valin útgjöld ríkissjóðs sem hlutfall af vergri landsframleiðslu frá og hann sérstaklega benda á árin 2027 til 31 að þá var gert ráð fyrir því
að almannatryggingar og félagslega tilfærslur til heimila munu koma til með að hækka meðan fjárfesting í efnislegum eignum mun koma til með að minnka. Og þarna bendir hann á að þetta að 2% munu fara í það að fara í efnislegar fjárfestingar í efnislegum eignum á meðan að útgjöld til almannatrygginga munu koma til með að aukast og félagslega tilfærslna og þær munu fara úr 8% og fara upp í 10%. Ég reyndar verðendar að segja í ofanalega við þetta að þá held ég að þetta sé ekki rétt því að þetta mun koma til út af nýju frumvarpi almannatryggingar koma til með að aukast miklu meira. En Konráð skrifar hérna að trendin hér eru leiðinlega sterk og í átt að ósjálfbærni. Útgjöld til almannatrygginga hafa vaxið þrátt fyrir að lífeyrissjóðir skili sífellt betri lífeyrisréttindi þeirra sem að komast á aldur. Á sama tíma sífellt minna fjárfest og á tíma í fjármálaáætlunum 2027 til 31 verður minna fjárfest en árið 2022 til 2026. Veit ekki hvaða vélar átt að ræsa en þær eru varla stórar. Það sem stingur mig mest þannig ósjálfbærnin. Að við séum að koma fleirum að bætur en að innviðirnir fá að grotna niður. Og eins og hann segir að þú þarft ekki að reikna þig langt fram í tíman til þess að sjá hvað þetta verður ótrúlega ósjálfbært og ef að ríkið einbeitir sér ekki að því að halda almennilegum innviðum eins og ég fór yfir í síðasta þætti til dæmis Vestfirði að þá kom engin verðmæti þaðan og þá ert þú ekkert að fara að njóta góðs af því að vera með einhver almannatryggingaréttindi. Þannig að og eins og ég fjallaði áður ástæðan fyrir því ég hef ekkert svakalegar áhyggjur af þessu bara út af því að þetta svo ævintýralega vont frumvarp og eina sem gott við það að það mun ekki vera sett inn svona hægt og rólega. Það mun bara taka gildi og þá munum við hrapa mjög hratt og einhver þarf að rífa í flugvélastýrið eða hvernig sem þetta virkar. Þetta ekki pinni núna í þessum nýju Airbus vélum? Ég held að Boeing sé með svona gamla stýrið á meðan Airbus nýju vélunar sé með pinna. Einhver þarf allavega að rífa pinnan eða rífa í þetta stýri. Það verður bara mjög áhugavert að fylgjast með því. En það annað sem að Konráð kom með sem að mér fannst líka gott sem að hefur að gera með námslán og ég veit ekki hvort þið tóku eftir í núna fyrir ekki svo löngu að þá var Helga Vala að benda á það að væri svo mikil ósanngirni í því hvað að væri mikið að hún var ennþá með mikið námslán og hefði ekki sjálf reynda, hún var að kvarta yfir því að hún hefði ekki sjálf greittu niður og það svo mikið veisla líka þegar maður að sjá þessa Evrópusambands aðila sem eru hlintið því að þá þeir alltaf að pirra sig yfir því að það sé einhver ábyrgð sem að þú tókst sem að Evrópusambandið hefði annars komið til með að laga sem náttúrulega ekki rétt. Pilsa ekki eins þegar hún ekki frá bæjarins bestu pilsum. Það vita það allir sem að hlusta á þetta hlaðvarp að þegar þú ert að fá þér pilsu þá ertu í grunninn að horfa á tvenns konar upplifanir. Það annarkvort svo ánægja sem fylgir því að vera að borða bæjarins bestu pilsu eða svo vonsvikni sem að fylgir því að vera að borða pilsu sem ekki frá bæjarins bestu pilsum. Og það vita það í rauninni allir að það þessar tvær upplifanir sem við erum að horfa upp á þegar við erum að fá okkur pilsu. Því mæli ég með því að þú skellir þessu hlaðvarp í eyrun, farir á næsta sölustað og fá þér tvíhlaupu ásamt einhverju góðu að drekka. Og talaði um stýrivexti. Ég var í Porto fyrir ekki svo mörgum dögum. Ég veit ekki hvort ég var búinn að segja ykkur það. En ég var í Porto fyrir ekki svo mörgum dögum og þar fullt af húsnæði í miðborg Porto. Þar sem að fullt af húsnæði sem bara í niðurníslu. Bara fokhellt og engin starfsemi eða neitt. Og svo hefur fyrir Króatíu og einhver að benda á Króatíu daginn sem góður ráð við því að við ættum að ganga í Evrópusambandi. Fullt af húsnæði niðurníslu þar. Ástæðan fyrir því að stýrivextir eru lágir bara út af því að hagkerfið þarf að hvetja til aukinnar innspýtingar. Hér á landi erum við ekki að bregðast við því að í miðbæ Reykjavíkur séu rými sem eru yfir lengri tíma auð. Þannig að það mjög fyndin rökin sem að fólk tegi sig í þessu og meðal annars Konráð Guðjónsson að benda á eitt slíkt þar sem að eins og ég segi Helga Vala, hann nefnir hana reyndar held ég ekki að nafni hana en hún var að kvarta yfir því að hún var ennþá að borga lán sem hún tók sem hún ekki múin að greiða niður
og að lánið hafi staðið í stað. En hann segir hérna: takk fyrir námslánin. Eins og svo margir fékk ég námslán á tombólukjörum frá sambúrgurum mínum til að láta drauma mína rætast og afla mér menntunar. Tombólukjörin fórulust í engir vextir á námstíma 4 ár, sem náttúrulega ekki, þú færð þetta hvergi annars staðar, engar afborganir og vaxtagreiðslur í 2 ár, þar á eftir 0,4% verðtryggðir vextir, minna en 1/10 af því sem myndi fá fyrir íbúðalán í dag. Greiðslur takmarkast af 3,4% tekjum sem vel viðráðanlegt. Séu tekjur veist lágar þýðir það í reynd að raunvextir lánsins eru neikvæðir. Á mannamáli þýðir þetta að þú ert að fá niðurgreidda peninga og vel rúmlega það. Tökum dæmi, einhver fekk 11 milljónir, 30-40 milljónir á verðlagi dagsins í dag, í tvennulagi sitt hvoru megin við aldamót og skuldar enn 20 milljónir, hefur reynd búið við neikvæða raunvexti á tímabilinu í boði okkar hinna. Mér finnst ég hafa greitt svakalega mikið inn á þetta lán og það verður þrátt fyrir allt hækkað. Ég kann hins vegar aðeins að reikna og gerir mig grein fyrir því að launavísitalan hefur hækkað 138% frá því að skuldabréfinu mínu var lokað. Háskólamenntun eru forréttindi og hvað þá þegar hana má fjármagna með þessum kjörum. Það var einmitt síðasta að fara að kvarta yfir því, jafnvel þó að ég hafi bara farið eina námsleið og samtalsskuld sett mig sem nemur innan við helming af dæminu hérna á undan. Þetta hérna, og ég veit sko til þess að margir þeir sem eru að taka námslán eru að fjárfesta þeim peningum. Einn félagi minn fór að gera það, ég veit ekki nákvæmlega hvernig útfærslan var á því, en hann sagði að þetta eru svo ógeðslega ódýrir peningar að ég ætla bara að taka þetta lán. Hann var búinn að safna sem samt pening, tók samt lán og fóru eitthvað að fjárfesta með þá út af því að þetta er svo ótrúlega ódýrt fé. Þannig að það, eins og segið, það var mjög fyndið einhvern veginn að fylgjast með þessu. En bara málefni dagsins, það Flokkur fólksins sem að það sem ég get eiginlega ekki séð annað en að Flokkur fólksins sé orðin ESB-flokkur. Og sko það sem var pirrandi núna í Morgunblaðið, því ég undirbjó þetta aðeins í gær, að Morgunblaðið var eiginlega undan mér að spotta þetta, og út af því að þeir voru undan mér að spotta þetta, að þá ætla ég að lesa fyrir ykkur staksteina, og það stendur illa sviknir kjósendur. Þeir sem kusu Flokk fólksins í síðustu alþingiskosningum höfðu réttmæta ástæðu til að ætla að flokkurinn stæði fastur fyrir þegar að kæmi að umsóknum aðild að Evrópusambandinu. Flokkurinn væri alfarið á móti aðild. Stofnandi flokksins og alvaldur Inga Sæland hafði verið skýr þetta og verið meira að segja lagt ítrekað fram tillögur á þingi sem lýstu afdráttarlausri andstöðu við aðild, og það sem meira að það lýstu þannig algera andstöðu við viðræður aðild. Svo komst flokkurinn í ríkisstjórn og þá breyttist tónninn rækilega. Skýr andstaðan varð óljósari og flokkurinn studdi við það að haldin þjóðaratkvæðagreiðsla aðlöguna viðræður. Síðan hefur alvaldurinn harður neitað að gefa upp hvort að hún muni greiða atkvæði með aðlöguna viðræðunum, jafn fráleitt og það en nú hefur annar ráðherra flokksins gengið enn lengra. Ragnar Þór Ingólfsson gefur til kynna að hann muni greiða atkvæði með aðlöguna viðræðunum og að hann hafi gegnum tíðina verið óviss aðstöðuna til Evrópusambandsins. Hann vil kanna með aðlöguna viðræðunum hvað í boði, rétt eins og það sé eitthvað óljóst eða að þetta sé einhverjar könnunar viðræður. Það ekki skrítið að margir kjósendur flokksins telji sig illa svikna og hafi horfið frá stuðningi við hann. Sko, það sem svo magnað í þessu að þetta rétt, og ég var einmitt búinn að skrifa niður hjá mér að Ragnar Þór á Sprengisandi var í mjög áhugaverðu viðtali hjá Kristjáni Kristjánsinni, þar sem hann benti á það bara ég hef alltaf verið bara svona tvístígandi með Evrópusambandið. Ég hef reyndar aldrei síðan vera með einhverja harðar yfirlýsingar gegn Evrópusambandinu, en ég held svona út af því að hann væri í þessum flokk að þá væri einhver flokkslína, en kannski þetta bara þannig flokkur að Inga sé með hans lausari tauminn heldur hún hefur verið með hinga til. En ég held að spila fyrir ykkur stutt brot úr vikulokunum, þar sem að Heimir Már Pétursson, sem sem sagt ég man ekki hvað hann allavega, ég held að spila þetta fyrir ykkur og finna það með hann.
krafa 3,5% arðsemi á skuldabrjöfum lífeyrissjóðanna innanlands á sama tíma og það krafið það að viðmiðið með verðbólgunni 2,5%. Og við erum núna með raunvextina sko á húsnæðislánum þeir eru það bil tæp 5%, 5% raunvextinir á húsnæðislánum. Hugsið ykkur, við erum að tala raunvexti þessi umfram verðbólgu. Það þetta staða sem heimilin get ekki búið við. Við getum ekki búið við það til í allra framtíðar að heimilin sé að borga á óverðtryggðum lánum sko 5%, tæplega 5% raunvexti af húsnæðislánum. En sko fyllin í stofunni alltaf krónan og þar hlaupa allir í sína skotgrafir hatur ást á Evrópusambandinu og þetta endar einhvern veginn bara pabbi minn sterkar en pabbi þinn og allt þetta og umræðan svo hryllilega ófrjó og vittlaus á margan hátt á Íslandi þessi mál allt sömulega og það svo þreytandi að fylgjast með henni, svo þreytandi að hlusta á hana vegna þess að þetta móðgar öll skinnvit í hausnum á manni að hlusta á þennan málflutning að fólk get ekki virkilega sest niður og metið aðstöður út frá staðreyndum og þurfum endilega alltaf að vera í einhverjum liðsafnaði annarkvort með káir eða vali og falla niður í einhverja ættbálkaerjur sem svo dæmigert fyrir íslenska umræðu. Við erum auðvitað með hagkerfi, með þetta vaxtakerfi, með þessa krónu, með þennan minnsta gjaldmiðil sem enginn vill kaupa. Muniði þetta rétt í nokkur ár, hvað maður var stoltur í nokkur ár fyrir hrun, að maður gæti gengið inn í danskan banka, franskan banka og keypt íslenska krónur. Það voru til sölu. Það verið að versla með íslenska krónur. Í dag þetta bara eins og holdsviki, það vil enginn koma nálægt þessu. Það vil enginn koma nálægt þessum gjaldmiðli. Horfið bara í forundran á mann ef maður sé áttu íslenska krónur, guð mér alveg þú hvað það? Það ekki bara eitthvað klóspapír? Já, ég held að krónan sjálf sé ekki sjúkdómurinn, heldur ástandið á henni lýsir kannski frekar hvernig staða efnahagsmála á Íslandi. Hún hefur nú verið eitt stöðugasti gjaldmiðill í Evrópu, eða sem sagt eitt stöðugasti gjaldmiðillin á undanförnum árum. Þessi úttekta með í íslenska kaupfélaginu, já, það hvað getur fengið út úr íslenska kaupfélaginu, þú getur ekki farið með neitt annað en í íslenska kaupfélagið. Það eini staður sem hún virkar. Já, þú getur kent krónunu allt sem þú vilt þetta, en við erum samt sem aður með efnahagskerfi sem að hefur þó skilað okkur því að við erum eitt ríkasta land í heimi. Hér eru lífskjör ykkur þau bestu í heimi og hér hvað best að lifa í öllum heiminum. Þannig að hún ekki verri en svo að við höfum það býsna gott hérna. Þrátt fyrir hana? Nei, það líka vegna hennar. Þannig að hún hefur hjálpað okkur. Til dæmis að takast á við ytri áföll. Krónan hjálpaði okkur klárlega til þess að komast aftur á fæturnar eftir hrun. Já, með því að eignir fólks hrundu 40%, kaupmáttur hrundu 40% og skuldir heimilana uksu fleiri 100% og þúsundir manna mistu heimili sín. Það var afleiðingin. Hrunið gerðist ekki bara á Íslandi. Það gerðist mjög víða. Það gerðist mjög skelfilega hér. Já, það gerðist líka víða mjög, sem sagt, það urðu afdrifaríkar afleiðingar mjög víða og það tók Írland til dæmis miklu lengri tíma heldur nokkur að komast aftur á fæturnar. Þannig að þetta ekki bara svona einfalt að við getum einhvern veginn skipt út krónunni og þá verði allt saman einhvern veginn eins og í Evrópu en líka eins og á Íslandi. Ef við tökum upp annan gjaldmiðil þá mun það fylgja aðrir vankantar. Hann framkvæmdastjóri og upplýsingafulltrúi. Hann Heimir Már Pétursson, hann þarna að ræða á Friðjóni Friðjónssyni í vikulokunum núna á laugardaginn. Hlaðvarpið í samstarfi við heitirpottar.is, hvort sem þið vantar saltvatnspott, hitaveitupott, kaldan pott, sánuklefa eða hvað eina í heita pottinn, þá ferð þú inn á heitirpottar.is og lætur græja þig. Þjónusta og uppsetningum all land og nú jafnvel hægt að fá sér smíðaðan sánuklefa, þar sem að þú færð sánuna nákvæmlega eins og þú vilt hafa hana. Það ekki hægt að setja verðmiða á heilsuna eða samverustund með fjölskyldunni og því mikilvægt að huga að báðu og það nákvæmlega það sem að heitirpottar.is auðvelda þér að gera. Hvort sem þú ert að endurnýja gamla pottinn eða gera þetta frá grunni, þá getur þú sendt skilaboð á netinu eða bara einfaldlega kíkt í verslunina að Fosshálsi 13 en þar opið alla virka daga milli 10 og 17 og á laugardögum milli 10 og 14.
Ekki drolla við þetta, þú veist að þið langar í heitan pott og sánu heimtíðin, heitirpottar.is græja þetta fyrir þig. Það sem að mér bara þótti áhugaverðast að sko, þetta svona hluti af ákveðinu stærra svona narratífstríði. Ég veit ekki hvort að sko, Flokkur fólksins sé að gera þetta til þess að geta brugðist við saman hvoru megin þessi atkvæðagreiðsla fer. En það svolítið svona áhugavert að fylgjast með þessu því að núna eins og ég hlynntur því að við tökum upp annan gjaldmiðil. Ég tel að mynt fyrir 400 manna þjóð sé ekki skynsamleg. Aftur á móti að þá ég á móti því að við tökum upp evruna út af því að hún ekki góður kostur, einfaldlega út af þeim vanköntum sem eiga sér stað í Evrópusambandinu sem einmitt ástæðan fyrir því að ég tala gegn aðild. Það fer pínu í taugarnar á mér sko, þeir sem tala sérstaklega gegn aðild eru ég veit ekki, það er svona ákveðin reiði oft í málflutningum og þetta sé allt heilalaust og eitthvað allt og Evrópa sé að hrynja og eitthvað þannig. Það fullt af vondum teiknum á lofti og það flest af því hefur að gera með útlendingamál sem að þeir hafa náttúrulega algjörlega klúðrað. En það sem sko verra að regluverkið einfaldlega búið að gera það að verkum að þeir eru algjörlega ósamkeppnishæfir. Og þá segjum við ætlum að taka upp sama regluverk. Ég náttúrulega búin að fara með þessa rullu svo oft. Það eitt og sér, sérstaklega á þessum gervigreinda tímum, ætti að vera nóg til þess að við segjum við sjálf okkur, þetta kíki pakkan náttúrulega ekki alveg rétt, því að ef að við myndum fara í aðildarviðræður að þá verður að sjálfkrafa þannig að kerfið fyrir að aðlaga sig og straumlínulaga sig að ESB. Það væri allt í lagi ef að ESB væri með gott og straumlínulaga kerfi. Hins vegar kerfið eitthvað sem að þeir meira þess að sjálfur segja hafa gert það að verkum að þeir verða ósamkeppnishæfir á næstunni og munu fara niður á við mjög hratt í hlutfalli við önnur lönd varðar þjóðarframleiðslu. Þetta dugar bara í öllu stærra samhenginu hvort að von der Leyen sé einhver voða skúrkur eða eitthvað. Allt þetta dót skiptir mikið máli, í alvöru tala, svo lengi sem ég með þessa forsendur. Það vont kerfi innan ESB. Þeir viðurkenna það og þar af leiðandi ættu við ekki að vera að fara inn í þetta. Þegar að fólk að tala gegn aðild, ég veit að það fullt af öðrum hlutum sem ég alveg sammála sem að maður gæti verið að reyfa, en grunnþátturinn samt bara þessi tragisk ísla, þessar horfur varðar Evrópusambandið og þess vegna finnst mér það pínu skrítið út af því að ég held að sko Flokkur fólksins gæti verið frekar stikkfrí í þessu, en svo aftur á móti sko, út af því að þeir voru líklega einn af þeim flokkur sem var kannski jafn harður og miðflokkurinn í því að tala gegn þessu. En svo núna Inga Sæland farin í það sko þegar hún spurð það eins og var reynda að reyfa því þessum staksteinum að hún var spurð en hvað ætlar þú að kjósum? Já, ég meina það kemur bara engum við. Og maður bara svona í alvörunni ætlar að segja þetta. Þú veist, Ásthildur Lóa mætir í silfri þar sem ESB var meðal annars á dagskrá. Og hún bara einhvern veginn vildi ekki segja neitt. Vildi ekki taka neina afstöðu til neins. Eyjólfur Ármannsson, hvað sagði hann? Stjórnarskrárbrot að skrifa undir sko ekki að fara inn í Evrópusambandið heldur að skrifa undir bókun 35 og eins og segi það búið að svona aðlaga málflutningin núna mjög ósnyrtilega samt og handahófskent eins og var að koma fram í þessu viðtali við Heimi Má Pétursson. Bara talaðu gegn krónunni. Það breytir því sem ekki að krónan kom sér mjög vel í hruninu. Krónan hefur verið stöður gjaldmiðill heldur en til dæmis evran. Ég alveg sammála því að sveiflunar gera það verkum að þetta kannski ekki fýsilegasti kosturinn. Ef þú ert með stjörnu í rúðinni eða þarft að fara í gegnum einhvers konar bílrúðu athugun þá ferðu að sjálfsögðu á Poulsen.is. Ég prófaði þetta sjálfur, var með stjörnu í rúðinni og fekk bílinn eftir örskamma stund og málið dautt. Ofan á það að veita úrvalsþjónustu í þeim efnum getur þú einnig fundið hið ýmsa á vefverslun þar sem bæði eru seldir varahlutir, ljósabúnaður, ferðavörur fyrir bílinn, reiðhjólavörur, smurefni og margt fleira. Þannig að ef þú ert að drolla við viðhaldið eða bílrúðuskiptin þá mæli ég bara með því að þú hættir því, farir á Poulsen.is og lætur klára málið í dag.
Hlaðvarpið eins og þið vitið í samstarfi við harðfisksverslun Hrafnadals. Nú ég búinn að selja töluvert af þessum gæða harðfisk og hafa viðtökunar verið hreint út sagt ótrúlegar. Þetta valsað upp á gamla mátan, sjósaltað og kemur til þín ferskt. Nú býð ég bæði upp á ýsu og steinbít sem kemur á roðinu, alveg eins og þú vilt hafa hann, þurrkaðan að sjálfsögðu í vestfirsku fjallalofti og eins og ég segi, viðbröðin hafa verið vonum framar þannig að ég þarf ekki einu sinni að vera í neinni væntingastjórnun. Sendu e-mail á hrafnadalur@proton.me en hlekkin og verðupplýsingar má einnig finna í lýsingu á þessum þætti. Hlaðvarpið í samstarfi við Happy Hydrate en eins og ég hef nefnt áður þá nota ég bæði steinefni og kreatín daglega og þau gera lífið betra. Og nú komið nýjung þar sem að þú getur notað afsláttarkóðan 1 pæling til þess að fá 25% afslátt þegar þú skráir því í áskrift og frían brúsa með. Svo 15% afsláttur hvern mánuð eftir það. Þetta sjálfsögðu steinliggur ef þú ert að nota þetta á annað borð en einnig tilvalið tækifærið fyrir þá sem að vilja prófa og ég lofa ykkur að þið munið ekki sjá eftir því. Steinefni gera daginn einfallega betri og með því að nýta þennan afsláttarkóða ertu að sjálfsögðu að styðja við það að ég búi til þetta efni. happyhydrate.is skráið ykkur í áskrift. En aftur á móti að þá ertu þannig að gefa því undir fótinn að það verða allt í lagi ef við förum í Evrópusambandið. Það og eru nýmæli hjá Flokki fólksins. En ég get ekki sé betur og ég held að við þurfum bara að segja það fullum fetum að Flokkur fólksins sé orðin ESB-flokkur. Þegar Inga Sæland talar eins og hún gerir, þegar Ragnar Þór talar eins og hann gerir, þegar Heimir Már Pétursson talar eins og hann gerir, þegar Ásthildur Lóa þorir ekki taka þátt einu sinni í umtali Evrópusambandið, að hvað ef að þessir hvatar sem eru það að kjósendur ykkar hafi verið á móti Evrópusambandinu að öllu líkindum, ef að þeir hvatar væri ekki fyrir hendi, hvernig myndi þá Flokkur fólksins tala? Þá myndi þeir bara koma fullum fetum og segja bara já, við þjóðaratkvæðagreiðsla flott, kíkjum í pakkan flott. Þá værum við í rauninni komin bara með þennan viðreisnar málflutning. Ég get ekki sé betur, ég meina þetta, það sem að Heimir Már Pétursson var að segja þarna var bara sama í rauninni og Sigmar myndi segja hjá viðreisn náttúrulega. Það er bara þannig, þannig að þetta svo litið skrítið allt og eins og segi, ég veit ekki hvort það sé út af því að þau að tapa tíma, þurfa einhvern veginn að lenda þessu þannig að þau geti sætt sig við niðurstöðuna sama hvoru megin hún lendir, en það verður bara alltaf komið ljós. En eins og segi, Flokkur fólksins orðin, ég hefði ekki trúið að ég myndi segja þetta, en mér finnst þannig vera augljóslega orðin ESB-flokkur sem nýtt, en ég veit ekki hvernig þetta færa rauk fyrir öðru. En þetta allt eftir að koma í ljós. Ég ætla ekki að hafa þetta lengra í dag. Parturs.is/einpæling eða vilja fá þannig þátt á undan öðrum. Takk kærlega fyrir að hlusta og þá getur næst.